Geti byrjað. Já, góðan daginn og velkomin á þennan fund Kviku fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2025. Eins og þið kannski heyri að þá eftir talsvert kvef og hálsbólgu að þá fór röddin hjá mér. Þannig að ég treysti mér nú ekki alveg til þess að flytja kynninguna. Robert Kennedy sagði ég hljómaði mjög vel en öðrum fannst þetta hljóma frekar illa. Og ég bað hana Önnu Rut Ágústsdóttur, framkvæmdastjóra rekstrar og þróunar hjá okkur til þess að taka minn part, við sömdum þetta saman og síðan ætlar Eiríkur Jensson að fara yfir fjárhagsupplýsingarnar og þegar hann búinn að ljúka sinni yfirferð þá gerir Anna Rut smá samantekt og síðan opnum við fyrir spurningar sem við reynum svona eftir fremsta megni að svara. Anna Rut, gjörðu svo vel. Fjórðungurinn markar ákveðin tímamót í vegferð bankans. Stærstu tíðindin eru auðvitað salan á TM sem þýðir að Kvika sinnir ekki lengur tryggingastarfsemi og við hyggjumst einbeita okkur einvörðungu af bankastarfsemi og eignastýringu. Þá lukum við endanlega við kaup okkar á öllu hlutafé Ortus Secured Finance í Bretlandi og erum langt komin með að samþætta alla starfsemi okkar þar. Segja má að uppbyggingastarfsemi okkar í Bretlandi sé lokið og bankinn á nú að fullu leyti mjög öfluga, samhenta einingu sem við sjáum mikil vaxtartækifæri í. Mikill fjöldi einskiptisliða tengist þessum stefnumarkandi viðskiptum, sem ég mun útskýra betur hér á eftir. En ef horft fram hjá þeim held ég að óhætt sé að segja að undirliggjandi rekstur hafi gengið prýðilega. Hagnaður fyrir skatta að frátöldum einskiptisliðum nam 1.590 milljónum króna sem 30,8% aukning frá sama tímabili í fyrra. Hins vegar var hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi 701 milljón króna vegna umfangsmikilla einskiptisliða. Það sem jákvæðast í uppgjörinu að mínu mati eru mjög sterkar vaxtatekjur, sem jukust rúm 25% á milli ára og náðu 2,9 milljörðum króna á fjórðungnum. 150 milljónir króna af vaxtatekjum fjórðungsins má tengja við þann hluta söluverðs TM sem var greiddur til hluthafa og bar ávöxtun hjá okkur í það bil 1 mánuð. En það sem situr eftir á söluverðinu mun vega það upp á komandi fjórðungum og bankinn í raun kominu allt annað stig hvað varðar vaxtatekjur. En mér langar að fara eins betur yfir þá einskiptisliði sem hafa áhrif á rekstrarniðurstöðu bankans í fjórðungnum og ég þá helst að horfa á þá þætti sem hafa áhrif á undirliggjandi rekstrarhagnað bankans. Undir liðnum eignum haldið til sölu eru síðan fjölmargir einskiptisliðir sem tengjast beint sölunni á TM, en þar undir eru einnig rekstrartölur TM fyrir janúar og febrúar og svo auðvitað söluhagnaðar okkar vegna sölunar á TM. En Eiríkur mun svo fara betur við þennan hluta hér á eftir. Fyrir utan niðurfærslur og afskriftir sem tengjast TM beint þá færðum við líka niður ýmsar eignir sem liggja hjá bankanum og TM hefur verið að nýta, eins og til dæmis sameiginlegt húsnæði og tölvukerfi. Samtals nema þessar niðurfærslur 147 milljónum króna. Þá var einnig ákveðið að fara vel yfir aðrar óefnislegar eignir sem að liggja á efnahagsreikningi bankans, sem lítið eru notaðar en höfðu ekki verið afskrifaðar fullu og þær eru nú færðar niður að fullu. Þetta nemur tæplega 80 milljónum króna. Loks voru gjaldfærðar 80 milljónir vegna endurkaupa á erlendum skuldabréfum bankans sem kemur undir fjárfestingartekjur. Í janúar fórum við mjög velheppnað útboð á Norðurlöndum og við notuðum hluta af þeim fjármunum til að kaupa tilbaka skuldabréf í sænskum krónum sem voru á mun óhagstæðari kjörum heldur en nýja útgáfan. Nær allir þessir einskiptisliðir verða síðan til þess að lækka kostnað bankans fram á við og liður í því að aðlaga kostnaðargrunninn eftir að TM fer út úr samstæðunni. Og TM hætti því núna að leggja inn í samkostnað bankans. Í mars þá lukum við kaupum á þeim 19,7% hlut í Ortus Secured Finance sem var í eigu stjórnenda félagsins, svo nú á bankinn allt hlutafé í félaginu. Samkomulag var að bankinn keypti þessa hluti í áföngum fram til ársins 2028 á margföldurum sem miðuðust við afkomu af rekstri félagsins. En í framhaldi af ósk bankans að flýta kaupunum
náðist samkomulag kaupin við stjórnendur. Ástæðanir fyrir því að við vildum klára kaupin voru nokkrar og þá þessar helstar. Í fyrsta lagi teljum við ekki nauðsynlegt að stjórnendur séu eigendur vegna þess hversu vel hefur gengið að tengja starfsemi Ortus og lykilstjórnendur við bankann. Engu að síður tryggjum við áframhaldandi störf þeirra með sérstöku earn-out ákvæði fyrir þetta ár og svo escrow greiðslum. Í öðru lagi teljum við það hag bankans að kaupa eftirstandandi hlut núna miðað við þær væntingar sem við höfum til rekstrarins á næstu árum. En þær myndu verða til þess að hækka kaupverð hlutarins umtalsvert miðað við það sem við kaupum þetta á núna. Loks kallar frekari samþætting starfseminnar í Bretlandi á það að bankinn eigi Ortus á fullu, en þeirri samþættingu fylgir bæði hagræðing og mikil tækifæri. Í reikningsskilum bankans hefur afkoma Ortus verið færð að fullu, þrátt fyrir að eignarhlutur félagsins hafi einungis verið 80%. Þetta er vegna þess að skuldbinding var til staðar kaup á öllum hlutum í félaginu. Hins vegar er verðmæti þessara skuldbindingar síðan endurmetin undir liðnum endurmetin skilyrt kaupskuld og verður gjaldfærsla þegar félaginu gengur vel. Og á síðasta ári voru til að mynda tæpar 150 milljónir gjaldfærir í tengslum við þetta. En með því að ljúka kaupunum á hlutnum núna er endurmatið sem var áætlað að kæmi í reikninga félagsins á næstu árum klárað að fullu og nemur svo gjaldfærsla 580 milljónum króna. Í henni er gert ráð fyrir að við borgum fullt earn-out og mun því ekki koma til frekari gjaldfærsla í framtíðinni vegna þessa. Þessi kaup eru síðan hluti af samþættingu bresku starfseminnar inn í Kviku. Í þeim tilgangi að nýta samleið til lækkunar á kostnaði, auka innra samstarf til tekjuaukningar, leggja grunna frekari útlánavexti og lækkunar á fjármagnskostnaði. Við höfum nú þegar fært hluta á lánabók Bretlands yfir til Íslands og getum nú veitt ný lán héðan sem við gerum þó áfram undir vörumerki Ortus. Samhliða þessu erum við síðan að skoða útgáfu skuldabréfa á Evrópumarkaði sem mun auka fjölbreytni í fjármögnun og lækka fjármagnskostnað okkar enn frekar. En mér langar svo líka að draga saman aðeins heildarmyndina hvað varðar kaup á Ortus sem við teljum að hafa verið mjög vel heppnuð. Að teknu tilliti til kaupana á hlut stjórnenda núna og ef við gefum okkur að við munum greiða allar árangurstengdar greiðslur í topp, þá erum við að greiða samtals 34,7 milljónir punda fyrir allt hlutafé í Ortus. Hagnaður félagsins á síðasta ári var 8 milljónir punda fyrir skatta og 6,4 milljónir punda eftir skatta. Og miðað við eigið sem við erum að binda í bresku útlánastarfseminni, þá var arðsemi efnislegs eigin fjár 22,6% á síðasta ári. Við eigum síðan vona á að þessi hagnaður eigi eftir að aukast umtalsvert, bæði í tengslu við vöxt lánabókar og hagræði rekstri, en einnig vegna hagstæðari fjármögnunar af endurfjármögnun bankans og ef sérstaklega hún gengur vel eins og markaðsaðstæður benda til. Þá vil ég einnig nefna að lánastarfsemin í Bretlandi hefur verið okkur mjög mikilvæg hvað varðar áhættudreifingu á lánasafninu og hefur einnig skapað okkur tækifæri til aukinnar fjölbreytni í fjármögnun sem felst í skuldabréfaútgáfu á Norðurlöndum og vonandi fljótlega í Evrópu. Loks er það okkur mikilvægt að geta nýtt krafta lykilstjórnenda fyrir bankan með því að hafa fengið Richard Beanstalk til að leiða Kviku Limited og John Salisbury sem stýrir lánastarfseminni. En ef við rúla núna í stuttu máli yfir rekstur í viðskiptaeiningunum, þá var góður gangur hjá viðskiptabankasviði. Við erum bæði að sjá vöxt í innlánum og útlánum þar og stóru vörumerkin okkar, Auður og Lykill að ganga mjög vel. Mikil orka hefur síðan farið í að undirbúa innkomu okkar á húsnæðislánamarkað sem verður að veruleika núna á þessum fjórðungi. Við erum bjartsýn á að Auður muni fá góð viðbrögð á þeim markaði og erum mjög spennt að sjá árangurinn. Lánasvið fjárfestingabanka hefur gengið mjög vel á fjórðungnum og það var mikill vöxtur í lánabókinni sem við eigum vona á að muni halda áfram á næstunni. Það átti fyrirtækjaráðgjöfin sín besta ársfjórðungi langan tíma sem er mjög ánægilegt. Þar bar hæst að ráðgjöfin sá sölun á TM fyrir Kviku og unnu þar frábæra vinnu sem skilaði sér í góðri útkomu.
Annað stórt verkefni sem í vinnslu hjá ráðgjöfinni síðan salan á hlut ríkisins í Íslandsbanka sem vonandi verður framkvæmt núna á næstunni. Erfiðar markaðsaðstæður höfðu síðan áhrif á tekjumyndun í markaðsviðskiptum og óhætt að segja að við séum á langgeig eftir meiri hressleika á hlutabréfamarkaðinum hér á Íslandi. Það sérstakt áhyggjuefni hversu veikburða sá markaður í ljósi þess hversu þjóðhagslega mikilvægt það fyrir Ísland að hann sé skilvirkur þar sem öflugustu félög landsins geti sótt fjármagn til fjárfestinga og nýsköpunar. En eignastýringin fór heldur ekki varhluta að sveiflum á mörkuðum og eignir í stýringu á fyrsta ársfjórðungi lækkuðu 15 milljarðar króna. En þaraf skýrast það bil 4,5 milljarðar af lækkun í sjóðum, kreditsjóðum sem voru með áætlaðar endurgreiðslur. En þrátt fyrir þetta vorum við með jákvætt innflæði í ýmsum sviðum og voru til dæmis með metfjórðung í innflæði í einkabankaþjónustu. Í Bretlandi þá hélt áfram að ganga vel. Ortus skilaði mjög góðri afkomu í fjórðungnum og gæði lánabókar hefur líklega aldrei verið betri. Við höfum verið að sjá talsverða lækkun á vanemda hlutföllunum þar. Það var ekkert sérstaklega mikill vöxtur á síðasta fjórðungi en vöxturinn hefur verið aðeins meiri núna undanfarið og verkefnastaðan góð. Framtakssjóðurinn okkar í Bretlandi Harpa lauk sinni fyrstu fjárfestingu í fjórðungnum en hún var í heilbrigðisgeiranum. Tilkoma Hörpu og velhæfnu mönnun í Bretlandi hefur gert það að verkum að við erum að sjá mun meira verkefnaflæði í eignastýringu og fyrirtækjaráðgjöf. Og vonandi sjáum við það í aukinni þóknanamyndun þegar framlíða stundir. En nú ætla ég að bjóða Eirík velkominn til að koma inn upp og fara aðeins dýpra ofan í fjárhagstölunar. Kæra þakkir Anna. Já, ég ætla að fara hérna yfir helstu atriði uppgjörs fyrsta ársfjórðungs. Sem kannski ber hæst á þessum fjórðungi, svona að mínu mati, hvað vaxtatekjur eru aukast. Það að fara úr 2,3 milljörðum í 2,9 milljarða, sem 25% aukning á milli ára. Aðrar tekjur, þóknanatekjur og fjárfestingatekjur að lækka á milli fjórðunga og kannski fyrir betur yfir það á næstu glærum. En í heildina eru tekjur að aukast þarna 400 milljónir, tæp 10%. Á milli frá sama fjórðungi í fyrra. Rekstrarkostnaður eins og Anna Rut kom inn á að þá rekstrarkostnaður, hann markast af einskiptisliðum, hann að hækka þarna 400 milljónir á milli ára en það að vera 225 milljónir sem eru vegna framangreindra einskiptisliða sem að skýrast mest af því að TM að fara úr samstæðunni og svo eru líka gjaldfærslu vegna óefnislegra eigna. En ef þess ekki notið við þá hefði þetta verið lægra. Hefði rekstrarkostnaður verið lægri. Virðisrýrnun, hún lækkar á milli ára rúmlega 100 milljónir og við sjáum að þetta er líka einn af kannski sterku punktunum í þessu uppgjöri að virðisrýrnun að lækka og við sjáum að lán á stigi 3 að lækka í heildina. Við komum betur að því seinna í kynningunni. Og svo sjáum við þarna að endurmat, það 590 milljónir sem næstu í öllu leyti út af endurmati á eignarhlutunum í Ortus í tengslu við kaup á hlut stjórnenda þar sem skýrir það að hagnaður fyrir skatta 701 milljón. Það lækkar á milli úr 1215 milljónum á fyrsta fjórðungi fyrra, en ef við tökum tillit til einskiptisliða sem komið á kostnaðarhliðinni, þá hefði hagnaðurinn verið 1590 milljónir, sem svona í samræmi við það sem var á fjórða fjórðungi í fyrra. Skattar 438 milljónir, hækka talsvert á milli frá fyrra ári og hérna kannski kemur inn að áhrif afleiðusamninga til viðskiptavina. Skattalega, það var talsvert tap á afleiðusamningum hjá viðskiptavinum á tímabilinu vegna erfiðra stöðu á fjármálamörkuðum og skattalega áhrif þeirra eru tiltölulega óhagstæð fyrir okkur, þannig að þess vegna þetta virka skatthlutfall svona hátt. Hagnaður vegna TM 1901 milljón og þetta aðalega söluhagnaður af TM en sölunni var kláruð í lok febrúar og þetta aðalega söluhagnaður af TM og sem og afkoma TM fyrstu 2 mánuði ársins.
Hagnaður í heildina 2,1 milljarðar og hækkar 93% á milli ára. Ef við kannski rennum ef við skoðum hérna vaxtatekjur, þá eins og áður segir, þá þær að hækka 25% á milli ára. Það er rétt að geta þess að við tókum við söluandvirði TM í lok fjórðungsins og héldum hérna 23 milljörðum sem við greiddum svo út í arð í marsmánuði. Það hækkar vaxtatekjur þar sem það kemur inn í laust fé og áhrifin af því svona cirka 150 milljónir. Þó að þess hefði ekki notið við, þá hefði þetta samt verið langsterkasti fjórðungur okkar í vaxtatekjum. Þannig að þetta er bara gríðarlega sterkt. Vaxtamunur, hann er 4,4% í fjórðungnum og ef við kannski tökum tilliti til söluandvirðisins áhrifa þeirra, þá hefði það samt verið 4,1% sem er gríðarlega sterkt. Og við sjáum ekki annað heldur en að vaxtatekjur verði áfram sterkar. Lánabókin að stækka hjá okkur, fjármögnunarkostnaður að lækka og þannig að þetta er bara mjög góður gangur hvað varðar hreina vaxtatekjur hjá okkur. Kannski ein breyting sem að verða á starfsþáttauppgjörum sem við sjá á neðri glærinni að við erum að brjóta núna út að fjárstýring er ekki lengur hluti af fjárfestingabankasviði. Þannig að við erum búin að brjóta það út sérstaklega og endurreikna tölurnar aftur í tímann. Þannig að það er kannski smá breyting sem er að vera þar. Ef við skoðum þóknunartekjur, þá voru þóknunartekjur að lækka á milli fjórðunga 113 milljónir. Það skýrist að bara verðbréfatengdu þáttum, hlutum eins og verðbréfamiðlun og slíku. Þær þóknunartekjur að lækka á milli fjórðunga og sem skýrist náttúrulega bara af erfiðu ástandi á fjármálumörkuðum. Það er samt jákvæðar fréttir þarna ef við sjáum í neðri myndina að tekjur á fjárfestingabankasviði og fyrirtækjaráðgjöf er að aukast og er 540 milljónir og þarna koma inn þóknanir vegna sölunar á TM sem náttúrulega eru, þó að þetta séu innri þóknanir, að þá er þetta þóknanir eitthvað sem við hefum þurft að greiða og er bara fyrirtækjaráðgjöfin mjög vel að þessu komin. En á móti kemur að þá myndast þarna gjaldfærsla í stóðeiningum og eignum haldið til sölu sem við sjáum hérna neðst á myndinni. Aðrar rekstrartekjur lækka 98 milljónum milli ára. Það eru 12 milljónir. Inn í þessari tölu kemur gjaldfærsla vegna skuldabréfaútgáfu sem við keyptum tilbaka í upphafi árs. Sú skuldabréfaútgáfa var á tiltölulega óhagstæðum kjörum og við endum fjármögnun hana með nýrri útgáfu sem var á tiltölulega mun hagstæðari kjörum. Þannig að við tókum gjaldfærslu í þessu fjórðungi en lækkuðum fjármagnskostnað til framtíðar í staðinn. Annars markast þetta náttúrulega bara líka af þungu árferði og kannski ekki miklar fjárfestingartekjur almennt. Rekstrarkostnaður. Við sjáum að fjöldi starfsmanna, hann helst bara stöður, fjölgar 4 frá því á síðast ári. Rekstrarkostnaðurinn, hann hækkar 15%, bara svona headline-talan á milli ára. En ef við tökum tillit til þess fyrrnefndara einskiptisliða sem eru aðalega tilkomnir vegna þess að TM er að fara úr samstæðinni, þá er rekstrarkostnaðurinn bara pari við það sem var á síðasta fjórðungi og hækkar 7,5% frá sama fjórðungi í fyrra. Og kannski rétt að geta þess að hlutir eins og launakostnaður að hækka tæplega 5%. Þannig að sem kannski gefur réttari mynd af svona kostnaðarþróuninni hjá okkur. Kostnaðarhlutfallið, kostnaðar af kjarnastarfsemi, kostnaðarhlutfall af kjarnatekjum, 69,5%. En ef við tökum tilliti til einskiptisliða þá er það 64% sem er bæting á milli fjórðunga. Efnahagsreikningur og við sjáum að hér er smá breyting og kannski helsta breytingin er að eignir haldið til sölur er að fara út sem er grái kassinn hérna efst á myndinni, þannig að það fer úr samstæðinni og TM náttúrulega ekki lengur inn í efnahagnum
Það sem kannski gerist á móti að lán til viðskiptavina að aukast á milli fjórðunga um 10 milljarða, sem kannski mesta aukningi sem við höfum séð undanfarið ár. Og ef við skoðum það hér á þessari mynd, þá sjáum við að aukningi sem að verða í lánum til viðskiptavina skýrist nær eingöngu af aukningu í lánum hér á Íslandi, fyrirtækjalán hér á Íslandi sem að stækka. Þannig að það svona það sem að skýri þá aukningu. Önnur lánasöfn eru bara meira óbreytt á milli fjórðunga og raun yfir allt síðast ár, hvort sem það á viðskiptabankasviði, í Lykli eða í Bretlandi. Eignagæði, hér mjög jákvæð þróun eins og áður segi. Lán á stigi 3 lækka úr 4,1% í 2,5% og skýrist það eingöngu af lækkun eigna á stigi 3 í Bretlandi. Þannig að mjög góð þróun þar. Virðisrýrnunarsjóður, hann svona stendur í stað á milli fjórðunga en að lækka úr 1,5 í 1,4% á lánabók í heildina. Þannig að hér er bara mjög góð þróun yfir það heila. Og já. Skuldir og skuldahlið efnahagsreikningsins. Hérna sjáum við að eigið fé að lækka á milli fjórðunga og það tilkomið vegna þess að við greiddum út arð í upphafi annarsársfjórðungs en það tekið tillit þess í útreikningi á eigin fé og á móti kemur skuld þarna undir öðrum skuldum. Að öðru leyti eru minni breytingar, það kannski endurspeglast mest hérna ef við skoðum næstu glærur. Eins og við sjáum hér að þá eru varðandi innlán að þau að aukast bara jafnt og þétt og að aukast núna milli fjórðunga tæplega 5 milljarða og innlán til einstaklinga eru líka aukast 5 milljarða, þannig að það bara jákvæð þróun þar og lán sem hlutfall af innlánum eru í 96%, sem bara mjög sterkt hlutfall. Fjármögnun bankans hefur gengið mjög vel. Við fórum í upphafi þessa árs í fjármögnun í norskum og sænskum krónum, 600 milljónir sænskra króna og 400 milljónir norskra króna á bestu kjörum sem að Kvika hefur fengið á markaði, 200 punktum yfir millibankavöxtum. Eldri útgáfur höfum best náð 240 punktum á síðast ári en á árinu 2023 vorum við að greiða yfir 400 punkta og það var útgáfan sem við vorum að kaupa tilbaka þarna sem olli gjaldfasturinn og fyrsta ársfjórðungi. Annars er lítið endurgreiðslur af skuldabrútgáfum á þessu ári og það ekki fyrir mitt næsta ár sem að næsti gjalddagi af skuldabréfum og hérna sem þarna 23,7 milljarðar en þessi gjalddagar falla til annars vegar í maí og í nóvember á næsta ári. Lánshæfiseinkunn bankans bara mjög sterk. Lánshæfi investment grade lánshæfiseinkunn BA2 með stöðugum horfum. Þannig að það eitthvað sem við teljum vera bara mjög sterkt fyrir okkar banka. Og svo ef við skoðum þessi fjármögnunar hlutföll, MREL hlutföll sem við fengum núna í lok síðasta árs, að þau eru bara gríðarlega sterk og langt yfir öllum kröfum. Og sama ef við horfum á hluti eins og lausafjárhlutfallið að það núna 279%, sem LCR hlutfallið, lækkar aðeins á milli fjórðunga. Lækkun aðalega tæknilegs eðlis, lausafjárstaðan breytist í rauninni ekkert, en þetta er tæknilegs eðlis út af því að arðgreiðslan kemur inn í útreikningana sem lækkar hlutfallið. En ef þess ekki notið við þá hefði þetta væntanlega verið ennþá hærra. Og við sjáum svo hlutfall stöður af fjármögnunar að það styrkist á milli fjórðunga en núna komið í 160%, sem gríðarlega sterkt. Og eiginfjárhlutfall, KAR-hlutfallið, það 23,9%. Það búið að taka inn í útreikningan á KAR-hlutfallinu allar arðgreiðslur, allar heimildir sem við höfum til endurkaupa sem eru 5 milljarðar. Við erum búið með nærri því 2,5 milljarða af því nú þegar. Þannig að það búið að taka tillit til þess í þessum útreikningum.
Þetta tæplega 6% yfir mörkum eftirlitsaðila og 2% yfir efri mörkum stjórnendaauka. Þannig að þetta gríðarlega sterkt og mun vera sterkt áfram en við stefnum samt að því að vinna okkur niður í mörkin sem stjórnendaaukinn setur á svona komandi misserum. Markmiðin okkar. Markmið arðsemi er að arðsemi efnislegs eiginfjár skal vera yfir 20%. Þessi arðsemi var 18,8% á síðasta ári og er 17,7% á fyrsta fjórðungi þessa árs þegar tekið tillit til eiginskiptisliða sem féllu til vegna sölunar eða vegna kaupa á hlutum í Ortus og annars kostnaðar sem féll til vegna sölun vegna þess að TM er að fara á samstæðinni, þá er þetta 17,7%. Samkvæmt rekstrarreikningi er þetta 7,8% en það er okkar mat að þessi 17,7% tala sé svona nær því sem að undirliggjandi starfsemi er að skila í fjórðungnum. Eiginfjárhlutföll, markmið okkar er að það sé 2-4% yfir mörkum eftirlitsaðila. Það er núna tæplega 6%. Við munum vinna okkur á komandi misserum niður í þetta 2-4% bil með því að stækka aðalega með því að stækka efnahaginn og þá aðalega lánabækur sem mun gerast bara jafnt og þétt yfir næstu fjórðunga og vera innan þessa 24% bils í framtíðinni. Og svo er það arðgreiðsluhlutfallið, það er 25%. Við borgum 25% af hagnaði síðast árs út í arð, en svo kom líka auka arðgreiðsla vegna sölunar á TM og heildararðgreiðslan var 23 milljarðar, þannig að þetta var óvenju hátt núna og auk þess sem við stöndum í endurkaupum upp á 5 milljarða. En svona alla jafna þá stefnum við að því að borga 25% af hagnaði í arð. Kannski rétt að geta þess að varðandi eiginfjárhlutföllin og stöðun á endurkaupum að við höfum heimild til þess að kaupa tilbaka 5 milljarða af hlutum. Við erum að klára fyrsta hluta endurkaupa áætlunar sem er upp á 2,5 milljarð og við ætlum bara að halda áfram með seinni hlutan bara þegar fyrsti hlutin er búinn. Þannig að það verður ekkert eitthvað mikil stopp í því. En já, þá hef ég lokið minni yfirferð og kannski ef annar Ruth kemur og tekur þetta saman fyrir okkur. Já, það má segja að Kvika standi talsvert breytt í lok fyrsta ársfjórðungs eftir sölun á TM, en ég held að með segja að hún hafi heldur aldrei staðið sterkar. Mikil umbreyting hefur verið á fjárhagslegum styrkleika bankans og öll eiginfjár og lausafjár hlutföll eru óvenjulega há. Þá eru vaxtatekjur að taka mikið stökk sem skapar öflugan grunn undir tekjumyndun á sama tíma og sveiflukenndari tekjur að tryggingastarfsemi eru horfnar. Það hefur gengið vel að aðlaga kostnaðargrunn bankans að þeirri breytingu sem felst í brotthvarfi TM í fjórðungnum og það var ráðist í ýmsar aðgerðir og niðurfærslu sem draga úr kostnaðaraukningu til framtíðar. Þessa sterku stöðu ætlum við að nýta til skynsamlegs vaxtar og við teljum okkur vera mjög vel undirbúin á öllum sviðum. Við erum byrjuð að sækja stíft fram í fyrirtækja og fasteignalánum á Íslandi. Skipulagsbreytingar í Bretlandi og bætt fjármögnunarstaða hefur lagt grunninn að útlánavexti þar og fyrir lok þessa fjórðungs verður bankinn orðið þátttakandi á húsnæðislánamarkaði undir vörumerkjum Auðar. Nú ætlum ég að bjóða ykkur að koma með spurningar. Kannski fá Eirík og Ármann upp líka. Er eitthvað komið, er einhver hér inni sem vil spyrja? Vilt þú kannski vala stýra þessu eða? Vill einhver byrja í sali eða ég var bara að byrja á spurningum á netinu? Ég vil byrja Já. Bara arðsemismarkmiðið. Þannig að þið ætluðu eitthvað að endurskoða í nóvember, voru að tala um það. Það er eitthvað þannig að við tölum ekki. Já, það hefur ekkert komið til umræðu Það er spurt hvort að við ætlum að endurskoða arðsemismarkmið og koma með önnur markmið sem við sögðum frá í nóvember. Það hefur ekki komið til skoðunar ennþá, en þetta er eitthvað sem að svona núna þegar salun á TM er búinn og við erum bara að horfa til framtíðar, að þá er þetta eitthvað sem að mun væntanlega
og alltaf í endurskoðun hjá okkur. Og þetta eitthvað sem að mun mjög líklega að koma til endurskoðunar, myndi ég halda á þessu ári, sko. Það hafi verið farið eitthvað sérstaklega djúpt í það, sko. Fleiri spurningar á sal eða vinda okkur í netið? Ég kannski aðeins að spyrja bara hvernig gefa svona kólur á aur og straum. Hvernig að ganga það? Já, það spurt að gefa smá kollar á aur og straum og hvernig að ganga þar. Já, það hefur bara verið að ganga alveg þokkalega. Og straumur í raun og veru ágætlega. Það hefur náttúrulega verið þessi umbreyting á aur yfir í svona bjóð upp á viðtakari bankaþjónustu þar í gegn. Hún hefur bara verið hæg og ekkert gengið í samræmi við væntingar og við erum bara aðeins að endurskoða það. En þetta er bara mjög lítill partur af auðvitað starfsemi viðskiptabankasins. Það er spurt á netinu að þið segist alltaf að byrja á húsnæðislánum og Þið ákveðum ákveðingi. Getið þið sagt hvaða vörur þið sjáu fyrir ykkur að bjóða upp á? Já, kannski endurtaka spurninguna. Það er spurt að við segjum að fara að hefja húsnæðislánin, fara inn á þann markað og vera að spyrja hvort við getum sagt meira vörunar. Og ég held þessi kannski bara best að segja að við erum bara alveg á lokametrunum og munum bjóða upp á þetta bara núna á allra næstu vikum og þetta mun ekki vera alveg í boði fyrir alla, það verða einhverja takmarkanir, við erum að fara í svona sérstakan markhóp en erum bara mjög spennt að kynna þetta fyrir ykkur. Það er spurt, nú eru stjórnendur Ortus ekki lengur með beina hagsmuni undir sem hluthafar. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að samtvinna hagsmunina fram á veginn? Já, það spurt að stjórnendur Ortus eiga nú ekki lengur hlut í félaginu og hvernig við ætlum að samtvinna hagsmunina fram á veginn. Ármann, vilt þú kannski taka það? Í fyrsta lagi eins og kom fram í kynninguna áðan að þá er búið að við kaupin að þá er sett upp sérstök svona escrow samkomulag þannig að talsverður hluta kaupverðinu er bundin til 2028 og það er líka earnout sem þannig að þeir hafa mikinn hag af rekstrum á þessu ári svo falla þeir bara undir bara hefðbundin launa og kaupaukastrúktúr út í Bretlandi og sem við teljum að bara sé nægjanlegu til þess að tryggja þeirra áframhaldandi störf og svo það sé sagt að þá held ég að mér sé óvægt að segja að báðir þessi lykilstjórnendur eru bara mjög áhugasamir og einbeittir í að vera með okkur í þessari vegferð og mig grunar að það verði mun lengur heldur en 2028. Það er spurt tímalínu varðandi endurfjármögnun á erlendu lánabókinni og hvort þú séum tilbúin að tjá ykkur möguleg áhrif í krónum talið. Sko, varðandi tímalínu varðandi endurfjármögnun, þá er það eitthvað sem er bara í vinnslu hjá okkur. Og við erum bara í raun og veru að vinna að því að fara í fjármögnun á erlendu markaði og munum bara gera það þegar við teljum að réttar aðstæður hafa skapast til þess að ráðast í þá vegferð. Í krónutalið, ég held að það sé ekki rétt að vera að kommenta á það akkurat núna en við teljum að kjörin sem að við fáum séu talsvert hagstæðari heldur en það sem við erum að borga í dag og þetta verði jákvæð þróun á þessu. Kannski bara aðeins til að þróunin í fjármögnunarkostnaði er jákvæð og stór hluti af aukningunni í vaxtamunin á þessu fjórðungi á milli ára er vegna lækkunar á fjármögnunarkostnaði. Þannig að við sjáum bara að svo þróun sé að halda áfram. Einn í lokin á netinu sjáu þið fyrir ykkur að fá frekari heimildir fyrir endurkaupum þegar núverandi heimild klárast? Við ætlum bara að klára þessa heimild sem við höfum. Hún er tiltölulega stór, 5 milljarðar og það er ennþá nokkri mánuðir í að það klárist. Það hefur ekkert verið tekin inn umræða um framhaldið og kannski bara sögur því bara þegar nær dregur.
Eitthvað fleiri spurningur á sal eða? Það held ég að þekkum ykkur bara kærlega fyrir.